fyrir hátíðarnar og jafnvel talað að þurfi lifi jólakvíðanum svo nefnda. Hugsanlegt að ein svona lítil einföld jólabjalla geti jafnast á við þetta? Við leitum svara við því í lok þáttarins. Förum í ferðalag vestur á firði á vit fólks sem leitað hefur frá þessum skarkala með mismunandi afgerandi hætti. Fyrst sláumst við í för með fólki sem leitar kyrrðar og friðar á Hornströndum en hefur tekið nýjustu flugtækni þjónustu sína til þess að komast á þessar stórfenglegu slóðir. Hér flýgur Örn Ingólfsson meðfram Hornbjargi í vetrarham. Ingólfur Eggertsson á Ísafirði og synir hans, Hálfdán Örn, Ragnar og Hörður og Samúel Samúelsson smíðuðu þessa tveggjasæta 200 kílóa smávél TF Agn og settu á hana skíði. Þetta fólk ættað á Fljótavík og leitar hingað norður eftir hvenær sem færi gefst. Við ætlum þangað að sumarlagi. Það ekki hægt að komast að landveg á Hornstrandir en það tekur ekki nema stundarfjórðung að fljúga frá Ísafirði til Fljótavíkur og leiðin liggur að þessu sinni yfir Straumnesfjall suðvestan við víkina. Örn fer á undan á agninu. Leiðin liggur yfir rústir stórra ratsjárstöðvar sem Bandaríkjamenn reistu efst á Straumnesfjalli fram á þvernýftri Hamrabrún fyrir rúmum 40 árum. Þetta fjall blasir við frá Fljótavík. Inn af víkinni gróðursælt undirlendi og fallegt vatn og votlendi við það setja mikinn svip á þessa vinalegu vík. Og beitarfriðun í 40 ár hefur fært Hornströndum mannhæðarháan gróður. Og nú kemur Hálfdán Ingólfsson fljúgandi með Herborgu móður sín og systur hennar Sigrúnu og Þórunni. Þær systur leita hingað norður snemmsumars og dvelja hér eins lengi og undir fram á haustið. Þær hafa fengið viðurnefni mórurnar vegna þeirrar áráttu sinnar að leggjast hér út eins og kindur á þessum slóðum á sumrin. Tíkin Týra heilsa með virtum, aðalfulltrúi yndislegs dýralífs sem hér býður gestkomandi og Týra hefur líklega verið knatt íþróttamaður í fyrralífi því að hún æst í hvers kyns knattleiki og sýnir stórkostlega boltameðferð. Og ekki er hún síðri í markvörslunni. Sparka fastar fyrir hana. Ég vifta hann fyrir mig. Henni finnst það til að geta sagt henni hvers vegna. Í víkinni veiði og fjölskrúðugt dýra- og fuglalíf. Það þetta sem mórurnar sækjast eftir. Því að það ekki nógan frið og kyrrð að hafa ein hnífstalið á Ísafirði að þeirra dómi. Hér dýrðin, ekkert sjónvarp, engin sími, engin búð til að fara í, streita og erill víðsfjarri. Tóm hamingja eins og á bersku árum þeirra. Og ferðafólki fer hér fjölgandi. Systurnar lýsa dásendum dýralífsins á þessum slóðum. Við erum með hreiður undir húsunum, það vorum með tvö núna í vorin hjá okkur og þau fylgjast alveg með þessu, eru að mata ungana og þetta er svo skemmtilegt. Já, hreiðurinn ná alveg upp á húsunum, eru sum alveg upp í hús? Undir húsunum, og upp undir takskeggjónum, bara hvaða sem að getur potað sér. Í rólónum krakkana. Í fyrra gátu krakkarna ekki verið í rólónum með því að þau höfðu samúð með þeim og vildi ekki gera mánaði nema bara augnablik og svo segja nú verði þið að koma. Nú fuglinn að fara að hita eggin og þá var allt alveg sjálfsagt að fara. Það er enginn sem eru þetta búið núna? Nei, það er eitt hreiður undir hjá mér, húsin. Sölun hjá mér. Mári að fara inn þann úr? Já, Áttastöðum. Hún hérna, hún verpir þarna í gatinu á Lottarástin á bak við húsið. Máriðan? Já, Máriðan. Hún er búin að gera það nokkuð sömur. Og svo var þrastarhreiður hérna í endurvegarskúrnum, endurvegargeymslunni og... Fyrra sumar þá kom hann upp tveimum úr samarheyrinu, tveimum unga hópum í samarheyrinu. Þið fylgist með öllu bara, það manntal. Manntal, já, fuglatal. Það fylgst svo grannt með að það eru flugur fyrir mat sem ungarnir matar og maðkar eftir mat. Við komumst að því við Sigrún. Þær fá til sín barnabörnin í heimsókn í dýrðinu á sumrinni segjast finna mun á yngstu kynslóðunum og þeim á undan. En það bara verst með þessa krakkar. Eftir orðið svona 9-10 ára, þá finnst þeim ekkert hafa að gera hérna. En ég og við allar systurnar munum eftir því að krökkunum okkar endist ekki sólarhringurinn til að gera það sem þurft að gera. Við vorum vandræðum að ná þeim í rúmi bara. Já, það var svo mikið að gera.
smíða bát og sigla hérna á ósnum og vaða og veiða bröndur og allt mögulegt. En svo þessi sjónvarpskynslóð sem alast upp núna, sko. Hún veit ekkert hvað hún á að gera af sér. En ef ég fer Og út með þau, leikskólabörnin. ef ég fer út með þau og leik við þau, Já, þá það er akkurat. voðalega gaman. Já, það er bara eins og að þurfa að prógrammera þau. Því að tölvuleiki, sjónvarp og myndbönd hafa dregið úr frumkvæði og hugmyndaflugi. Þótt þessara konur færu hérna sem börn verða þær alltaf fyrst og fremst hornstrendingar. Ég fer aldrei að sofa án sé kíkja út á gluggana því ég sé norðurfjöllin. Ég fer aldrei að sofa. Þetta er orðið eins og að fara í náttúlinn. Ég tek þetta fram með því ég hef farið svolítið, ég hef farið í Austurríki og skíði og einu sinni tvisvar til Mallorca, nei, Kanarí. Þetta líkist því ekkert, þetta er langt fram yfir allt. Og Ragnar Ingólfsson þýtur að lokum yfir á heimasmíðuðum dýrgrip á meira en 300 km hraða. Víkunum sög að Ós í Mosdal í Arnarfirði afskekktum bæ með lágreistum timburhúsum þar sem feðgarnir Pétur og Þorbjörn búa en undanfarna vetur hefur sauðburður byrjað þar í desember. Þetta var í fréttaferð í mæ, lömbin voru í fyrstu stygg en Þorbjörn bað nefn að setjast niður og kallaði síðan áður til athafnar eins og verið að kynna fólk en ekki fé. Spakur minn. Þessi maður kominn til þess að mynda þig verska. Hvað heitir hún þessi? Hann heitir Spakur. Spakur? Já, Hrútur. Sem fættur 2. janúar. Þetta er mamma hans, já. Og þessi fættur? Þessi fættur 27. janúar. Já, já. Þessi 3. janúar. Þetta er skemmtilegt. Elsku börnin mín. Maja mín kanntu sjálfalska á myndina. Þetta er myndarfé, þau eru stór þessi lömb sem fættust hvað í desember fyrst? Desember og janúar, já, þetta eru myndakrakkar. Eða lömb. Já. Næsta þorp við Mosdal er Bíldudalur. Á haustin verður bærinn algjörlega einangraður af landi og feðgarnir Pétur og Björn eru þá alinir í dalnum sínum ásamt 280 kindum á bænum. Á veturna er þetta eina leiðin til þess að komast að Ós í Mosdal, að fara sjóleiðina frá Bíldudal. Póstbátur fer frá Bíldudal tvisvar í viku þegar gefur inn að Ósi og að Mjólkárvirkjun innst í firðinum. Jón Halldórsson annast þessa ferðir og hér kúrinn bærinn framundan í hvítri auðninni. Við ætlum að fara að hitta Siggu Beinteins. Hann kynnti mig að Þorbjörn fyrir henni Siggu Beinteins alveg sérstaklega gæfri kind í hittifyrra því hér er dekra við kindurnar eins og hótelgesti. Takk eftir fjárhúsunum. Þetta eru raðhús með alls 22 dyrum, hverri að sinni kró. Hún er góðið núna en hún er bara svona passa línunar. Er það, já? Eins og nafna hennar. Já. Jæja, Sigga mín. Hér er Ómar Ragnarsson, kannast nú við hann. Jólasveini. Gegnum hún nafni? Já, hún er dugður, já, ég er bara feiminn. Hún er feiminn. Hvernig stendur hún svona gæf? Því að hún er gæf í sér og svo er hún bara góð og vandist þessu. Já. Að klóra sér og klappa sér. Já, er hann heimalingur eða? Já, ég heimalingur. Hún var svo lítil. Hún var ekki um 800 grömm þegar hún fæddist. Hvað segir? Hún náði ekki upp í spenant til þess að sjúga mömmu sín. Af því var hún heimalingur. Hún var í 800 grömm. Hvað segir? 800 grömm, en bróðir hennar var 2 kíló. Já. Og mamma hennar hét Kata. Hét Kata? Já, en hún er dáin. Dáin, ekki dauð. Þarna er einn sem heitir Kristín Þorsteins, nafna sjónvarpsfréttamannsins. Hún er búið snærri en hún. Já. En þú þegar við skýrst hana þessu nafni svona í höfuð á henni? Já. Þegar Kristín er myndaleg kona. Það þekkir alla með nafni, fæðingadegi, ætt og uppruna. Þetta er ekki síður mismunandi persónuleikar en fólk og feðgarnir eru því í raun innan fjölda í fámennunni. Fér jafnvel betra en fólk. Já, það eru eins og fólk og betra en fólk sem fyrst. Er þetta svona miklu persónuleikar? Já, fólk voru það misjafnt. Sumt fólk vísu ágætt en sumt fólk bara svona upp og niður og bara frekar slæmt fólk, myndi ég að segja. Það er ekki til en slæmt fé eins og slæmt fólk? Nei.
Þetta er allt svo Þær gott. geta verið sko frekar og ákveðnar og vilja hvað þær vita hvað þær vilja, en þær eru ekki sko vondar eða slæmar. Nei. Og það fólk sem segir að skepnin eru heimskar, það er að tala upp á sig sjálf. Það er heimskinkunni sjálfur. Það hefur bara stundum verið sagt að þetta sé sauð heimst. Er það rangt? Já, það er rangt svo. En hvernig ætlar þetta að blessa fólk að segja það að kindur eru heimskar? Hvernig getur það að lifa sko úti allt ári eins og sem staðar ef það hefði ekki vit og visku fyrir sig? Þá getur ekki tala mannamáli, það er allt annað. Við getum ekki líka jarma nema svona kannski einn og einn maður ná kindajarmi. Já, hér er sko borin virðing fyrir ferfætlingunum og niðurskurður vegna riðu var áfall fyrir nokkrum árum. Með nýja fénu ruglaðist fengitíminn. Er þetta ennþá að gerast hjá okkur? Sko, það var 31 síðastliðinn vetur. Fyrsta bar þá 20. desember og megni af þeim í janúar og fram í febrúar og eitthvað 3 minnum mig í mars og aftur 3 í apríl. Og veistu hvernig stendur á þessu? Nei, þessi dýralagnar telja sig nú manna vitrasta að þeir vita það ekki fyrir vissu að hverju það er. Nei, en þetta er mjög óþægilegt, er það ekki? Þetta er mjög óþægilegt og kostnaðarsamt. Það fara nú með ofboðslega mikið meira hey, bæði sem var éta og tróða undir sig sem fer til ónýtis og svo verða maður að gefa þeim fóðurbætir með upp á mjölkina. Þeir segja að timbrið í húsinu hérna virðist duga betur en alkali skemmta steypan fyrir sunnan. Þeir ná ríkissjónvarpinu og geta gefið sér tíma til að sjá mun fleiri bíómyndir árlega en til dæmis ég, þótt þeim finnist margar myndirnar allt of ofbeldiskenndar. Jæja, þá er að hitta strákana. Ég meina hrútana. Eru komnir jólasveinar til ykkar? Já. Þetta er Yngvi á Fossá, frá Fossá. Yngvi frá Fossá þessi hérna, já. Bjarni gamli. Bjarni gamli. Og hann er orðinn gamli. Já. En hann klárar sig fyrir það sem hann á að gera. Já. Stendur sig vel. Það stendur sig vel. Og ekki síður en hinn. Já, þó gamall sé. Já, gamall sé. Hann er líka orðinn vanur. Þessi gömlu reynast ekki síður en þessi ungir. Nei. Peyjar. Já, þeir eru lagnari. Þeir eru lagnari. Þeir eru lagnari. Já, húmórinn er í lagi. Þorbjörn fór einu sinni suður þegar féð var skorið og átti þá að vinna í frystihúsi en snerist á hæli og hætti við. Á sumrin ferðast þeir feðgar nágrannabyggðir og fá heimsóknir að sunnan. En leiðist honum aldrei á veturna? Vill hann bara vera hér? Nei, mér leiðist ekki. Ef ég myndi leiðast í Reykjavík. En þú vilt vera hérna? Já, ég vil það. Að því er ég. Rökvíst svar hjá honum við barnalegri spurningu. Hann er hérna af því hann vill vera hérna, auðvitað. Hann getur fylgst jafnvel með fréttum og menningu og við hinn, jafnvel betur. Dvöl hér, part út eigum árið var til þess að magakvilli sem þá hrjáði mig hvarf. En svo kom hann aftur á flugleiðinni til Reykjavíkur þegar borgin blasti við í 100 km fjarlægð. Spurningin betra lífið að verra breyttist í hvorar öfgarnar skyldu vera meiri. Hvert erum við nú að fara? Svar, það er ágúst, við erum á leið út með Arnarfirðinu norðaverðum í áttina að afskektustu sveitabæjum landsins. Þarna er ekki bara ekið yfir árnar, heldur líka undir þær, þar sem svonefnd Skútabjörg stúta yfir veginn. Á flóði fellur sjórinn alveg upp að björgunum og þá voru að aka leiðin eftir mynni. Hvílíkt vegastæði. Það er hægt að fara þessa leið að sumarlagi Arnarfjarðarmegin en líka Dýrafjarðarmegin. Veginn lagði eldhuginn Elís Kjaran Friðfinnsson á lítilli jarðýtu sinni. Vegurinn er ekki síður hrikalegar á norðaverðu, einkum í svonefndri ytri ófæru, þar sem Elís sargaði veginn inn í lóðrétt hamrastál og hann er rétt bílbreytt þarna. Þetta er hrikalegasta vegastæði landsins, engin spurning, bæði að sumri og ekki síður haust og vor. Strax á haustin byrjar að falla grjót á veginn, sumstaðar stærðar björg og þá má þakka fyrir að komast þetta á stórdekkjum jeppa. Þessi vegur verður venjulega algerlega ófær fyrir jól og er síðan lokaður fram í júní. Við fórum aldrei lengra en hingað í sumar. En nú er komið að því að heimsækja Sigríði á þeim árstíma sem kannski snertir okkur mest, á jólunum.
Já, við erum á leiðinni til hennar Sigríðar Ragnarsdóttur, einsetu konu á Hrafnabjörgum. Vegastæðið á leiðinni býður upp á flestar þær tegundir hrikaleika sem finna má hér á landi. Hamraborgirnar sem gnæfa hér yfir eru að fyllast af vindsveipum og byljum í samræmi við slæma veðurspá. Brátt blasir við lóðrétt fjallseggin fyrir ofan bæina 2 í Lokinhamradal, Hrafnabjörg og Lokinhamra. Við erum komin á slóðir skáldsagnapersónunnar Kristrúnar í Hamravík og hvílíkt bæjarfjall hér fyrir ofan. Einbúarnir, sitt hvoru megin við ána, eru konungar í sínu ríki, eins sjálfstætt fólk og hugsast getur. Féð er stygt þegar aðkomumenn eru á ferð, hér er ekkert rafmagn, ekkert sjónvarp, hálft árið engar samgöngur nema á björgunarsveitargúmbátum, stundum með margra vikna millibili. Kannski skegginn haldi svona fast að ég skulle húka hér enn. Skeggi? Já, Bjargarskeggi. Já, hérna uppi. Já, fjallið heitir það, Skeggi. Já. Hann er náttúrulega það sem yfirgnæfir allt hér, það er tákn þessara byggðar. Ég veit. Ég hugsa nú ekkert lítið hans á milli þegar hann veldur stormsveipum miklum. Já. Þá líður mér nú ekkert á vel. Nei, hriktir ekki oft hérna í? Líkast. Ég er nú hrædd um það. Já. En það er hljóðbært. Það heyrast hljóð í fuglum og dýrum frá fjallseggjum og niður í fjöru. Og Sigurjón nábúi Sigríðar er svo fjárglöggur að þegar barn sem var í sumadvöl hjá henni var statt hjá honum, heyrði hann lamb í arm upp í fjallinu og sagði, skilaðu til hennar Siggu að lambið hennar Móru, eða hvað hún hétt, hafi vilst frá mömmu sinni. Sigríði finnst jólavertíðin, jólakauptíðin og jólasveina kjaftaðið, eins og hún kallar það, komið í tóma vitleysu. Ég finnst jólasveina alveg skammaryrði. Maður segir eitthvað niðrandi með eitthvað. Þetta er nú alveg jólasveinn. Já. Ég get ekki verið að skrifa á jólakors sem að veri mynd af jólasveina á. Nei, þú horfir þannig allt öðrum augum að þessu jólasveina heldur en þú heyrir í þessu stansleysa að tala um þá í útvarpinu. Já. Sérvisk í mér. Já, en þú náttúrulega býrð við aðra aðstæðu þannig að þetta... Hvernig heldur þú myndir ef þú kæmir úr suður? Hvað myndir þú... Ég er ekki alveg eins. Þú heldur þú verið alveg eins? Ég veit. Nei, ég tæki nú kannski ekki þátt í þessu kapplaupið þarna. Þú er aldrei að vita. Hún býr ein í húsi sem er að mestu myrkvað án rafljósa í skammdeginu, því að þessi rellaupp á þakinu gefur bara símanum straum. Samt er að heyra á henni að hún finni sanna jólastemningu hér, ekkert síður en við hinn, jafnvel frekar. Kannski ekki þetta að segja síðan eitt jólahald hér. Nei, en er hitt á nokkuð frekar jólahald? Það vinnur. En það er spurning, eins og þau segja spurningamennir. Já. Finnst þér þetta ómikið? Náttúrulega komið út í öfgar. Algjörlega. Komið út í öfgar, Já. Finnst þetta að vera kyrrð og friður á jólunum. Og þú hefur kyrrð og frið hér? Já, skulum vona það. Já. Það er engin umferðarknýr eða einlæti. Já. En maður er að vinna alla dagar, sko. Sinna skepnum sínum. Aldrei frí. Er það kannski að sinna skepnunum svona svipað eins og prestur væri með söfnuð á hverjum degi og hitta, tala við sitt fólk? Ég tala nú stundum við þær. Já. Já. Skamma þær líka. Skammar þær? Það er alltaf. Já. Tróða mig undir við hjárústirnar. Já. Því þær vilja matsinn en engar refjar. Já. Þegar Jesús kom í heiminn og þar eru nú sauðkindin eitthvað, fjárhirðar sem fengu vistu vitneskjuna. Eða er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt það. Þannig að jól hjá fjárhirðinum eru kannski sönnustu jólin sem til eru. Og vel verið. Þessi svörunar varpa alveg nýju ljósi á þessa spurningu. Hver á að öfunda hvern? Þessi kona á hugsanlega auðveldara með að setja sig í spor fjárhirðana sem fyrstir urðu marg umræddrar jólastemningar aðnjótandi og sömuleiðis að komast í stemninguna við jötuna. Því að hvar á betur við að vera á jólum en þar, með vinunum sínum sem hún ávarpar með nafni. Rauðrós, gulbrá, ráðgáta, glanna, breiðsíða, þetta er Sigurjón, þetta er blábrún.
Ísold, Kolla og þess að Sigurjón komið þarna. Það eins hjá henni og fjárhirðunum á Betleheimsvöllum á sínum tíma. Það verður að sinna ferfættu vinunum sínum á hverjum degi og því gefst hvort eð ekki tími til þess að gera mikið til hátíðabrigða í stíl okkar hinna. Og jafnvel ekki þörf á neinu slíku. Ertu trúið? Já, ég held ég verði nú að segja það. Ég hugsa í einhverju öðru lífi hafi ég verið kaþólsk. Þetta sé aðeðlast kaþólskuna með aldrin. Já, hún sé að blossa hér upp fyrst við Arnarfjörðinni, kaþólskan. Já. Aldrei að vita. Ósjálfrátt fer ég stundum að ákalla Marju mey. Hvernig stendur á því? Já, þú átt kannski meira samleið með henni. Heldur en Kristi, nú hafa sumir sagt sko... Nú, Guðsmóðirinn? Já. Heilaga Guðsmóðir hjálpað þú mér. Þú segist samt sem að vera haldið upp á aðfangadagskvöld. Með hvað hætti er það? Ég fer í önnur föt. Já. Og hlusta á messuna. Já. Reyni það við sofnikundurinn, sko. Já. Það er nú komið fyrr. Já. Já. Hvers vegna ákallar hún Guðsmóðurina? Sjálf varð hún móðir, átti mannvænlega dóttur sig hétt Hallveig og var að hefja búskap á jörð innst í Arnarfirði þegar hún dó úr hvítblæði aðeins 24 ára gömul. Með henni hvarf skærasti ljósgeislinn, einkadótturinn úr lífi Sigríðar. Eina jólaskrautið undanfarin ár hefur verið jólabjalla, samt ekki í fyrra. Þetta er bjalla? Já. Og hún dró sjálf upp. Ég hengdi hann nú kannski upp. Þetta er mjög gömul bjalla. Hún spilaði lag. Spilar hún ennþá lag? Nei, þetta spilaði kólfurinn. Æ. Þetta var í fyrra. Spilaði Heim sem ból. Maður dróð niður svona. Já. Slitnaði þetta neðan núna. Þetta var svo gamalt. Já. Hallveigu var gefið þetta þegar hún var krakki. Já, Hallveig átti þessa jólabjöllu sem nú hefur líka þagnað. Við fáum að taka hana með okkur til að láta Ásmund myndtæknistjóra líta á hana. Þá kemst hún kannski tilbaka með jólapóstinum sem stundu best þó ekki hingað fyrir í janúarlok. Hún þarf að koma kind yfir að lokinhömrum. Í nábýli við óvægin öfl lands og sjávar eru vestfiskar konur eins og hún, aldar upp við að taka áföllum í lífinu af æðruleysi. Svo einfalt er það. Svo einföld en þó áhrifamikil verður hátíðarstund þessarar þrekmiklu 71 konu næstu jól, þegar það eina sem hún þarf, jólabjalla einkadóttur hennar heitinnar, verður komin aftur til hennar.